Já, góðir gestir, ég ætla að fá líka að þakka panelistum sérstaklega fyrir gagnlegar og góðar umræður. Þakka þér Daði Már alveg sérstaklega fyrir að taka að þér að stýra þessum umræðum á svona gagnlegan hátt. Það má segja að þarna með þessum fundi þá sé að ljúka þessi svona síðasti áfangin í öflun sjónarmiða markaðinn áður heldur en að við síðan tökum afstöðu til næstu skrefa. Og við höfum þetta fengið í aðdraganda þessa fundar mjög ítarleg sjónarmið skrifleg sem að allir geta kynnt sér á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins, þannig að ég hvet ykkur til þess. Næstu skref verða þau að vinna úr þessum sjónarmiðum sem að hafa komið fram hér og sem að þeim eru þá til viðbótar við sjónarmiðin sem okkur hafa borist skriflega og taka þá afstöðu til þess hvað gera skuli eða hvort skuli gera eitthvað og það má segja að það sé ýmislegt sem kemur til greina. Það getur ýmislegt þessu getur lokið með ýmsum hætti. Í fyrsta lagi getur rannsókninni einfaldlega lokið með því að það séu ekki forsendur til íhlutunar eða forsenda til aðgerða. Það getur verið til dæmis vegna þess að við sjáum ástæðu til þess að breyta því mati sem að kemur fram í frummati eftirlitsins. Það getur verið vegna þess að aðstæður hafi breyst. Heyri hérna jákvæða spár manna það í panelum. Svo getur líka einfaldlega verið sem neikvæðara að það sé einfaldlega ekki til neinar lausnir á ákveðnum vandamálum. Í annan stað þá getur rannsóknin lokið með tilmælum eins og til dæmis til stjórnvalda. Það ekki alltaf sem að eftirliti hefur tök á því að grípa til íhlutunar eða gera breytingar, stundum þarf að biðja þær. Og svo í þriðja og síðasta lagi þá þetta getur komið til þess að niðurstaðan verði að einhver leyti svo að eftirliti telja að það þurfa að undirbúa íhlutun og það þá gert með þeim hætti sem menn kannski þekkja í öðrum rannsóknum að það þá farið í gagnaöflun og það eru afmarkaðir tilteknir aðilar sem að máli beinist þá að, gefi út andmælaskjal og tekin ákvörðun sem að síðan getur reynt á fyrir áfrýjunarnefnd og dómstólum. Á þessu stigi liggur ekki fyrir hvernig þessu mun ljúka. Það getur verið að eitthvað af þessu þrennu sem ég nefndi, það getur líka verið blanda, þar að segja sum álitaefni verði lögð niður en önnur ekki. En við stefnum að því að í kringum næstu áramót þá verði svolítið ljóst hver eru næstu skref og við kynnum þá markanum og öllum opinberum hætti hvernig við sigtum þá út úr þessu eða hver næstu skref verða ef að þau yfirhöfuð verða nokkur. Og við ætlum að halda áfram að vanda okkur við það. Við ætlum að, eins og ég sagði áðan, að vinna úr þessum sjónarmiðum. Við ætlum líka að halda áfram að tala við kollega okkar erlendis, fræðimenn erlendis, eins og við kannski vörpuðum upp hér í myndbandi þá eru ýmislegt að gerast í kringum okkur sem við getum lært af. Önnur eftirlit hafa prófað hluti sem við getum lært af. Og svo það auðvitað þannig að það eru sum eftirlit með svipaðar heimildir eins og við, eins og til dæmis það norska, en síðan líka kannski helst það breska, þar sem að svona heimild hefur verið beitt í hvað víðtækustu mæli. Og við auðvitað reynum að læra af því líka. Það ágætt að hafa það í huga sem að kemur svolítið fram í þessum umræðum að samkeppniseftirlitið á ekki og ekki að stýra mörkum. Samkeppniseftirlitið, það ekki hlutverk samkeppniseftirlitsins að stýra mörkum, það hlutverk samkeppniseftirlitsins að bregðast við aðstæðum sem að markaðurinn sjálfur nær ekki að leysa úr. Það grunnhugsunin að baki samkeppnislagana að markaðslausnir eiga verið í forgrunni, en því miður það ekki alltaf svo að það takist og þá höfum við þannig varanagla sem eru heimildir samkeppniseftirlitsins. Það mikilvægt að hafa þetta í huga. Samkeppniseftirlitið ekki statt í einhverri nammibúð. Það verður að
hafa þetta alltaf í huga, það er ekki stýramörkum heldur að bregðast við erfiðleikum sem að öðrum tekst ekki að leysa. Og það er þetta ákveðið einkenni á þessari rannsókn eða markaðsrannsókn að hún á sér stað með svona opinberum hætti sem að okkur auðnast ekki að gera þegar við erum að rannsaka brot, þá einfaldlega getum við ekki staðið fyrir umræðu þessum toga. Það er ákjósanlegt að geta gert það eins og í dag að leiða fólk saman og fá umræðu, en þess að það getur líka leitt til breytinga og við erum þess vegna mjög ánægð með daginn. Ég vil að lokum bara þakka þeim sem komu hérna og vonast til þess að þeir sem koma að þessum markaði haldi áfram þessar umræðu, kynni sér það sem að hægt er að nálgast á heimasíðu okkar og leiði til góðra verka á þessum markaði, neytendum og almenningi til hagsbóta. Takk fyrir í dag.